Þá hann kominn upp á vegg, vinnur okkar frá síðasta þætti, Sigurður Þorri Gunnarsson, fjölmiðlamaður. Já, hann kallaður fjölmiðlamaður. Hann sprenglærður í útvarpi og öðru slíku og hann var hérna hjá okkur síðast í Hvítu Mávu, en nú kominn nýr gestur sem þekki kannski í Hvíta Máva. Ég veit svo sem ekki hvort hún hefur hanterað Hvíta Máva á einhvern hátt. En þetta dýralæknir Elva Ágústsdóttir. Hún hefur verið dýralæknir á Akureyri í nokkuð mörg ár. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já, varla hefur nú verið beðin að gera eitthvað við Hvítan Máva eða Hvíta Máva? Jú. Er það? Já. Ég trúi ekki. Og hvað? Ég man, þetta oft komaði slasaðir á vængjum greiðin eða eitthvað. Það svona þá bara metið hvort það hægt að sleppa þeim aftur eftir að búið að hlúa eitthvað að þeim eða hvort ég svæfi það. Hver hefur komið þá með svona villta fugla til? Það bara fólk sem finnur þá, úti. Já. Það mjög algengt. Og þýðir það þá að fólk almennt dýravinir? Já, oft og finnst átakanlegt að finna sær dýr, þó að séu villt dýr. Já. Þannig ég hef fengið uglur og erni og náttúrulega mikið á þröstum. Hefur fengið erni? Jú. Nei, það? Þá höfum við bara ráðlagt fólki að senda þá suður í húsdýragarðinn, þess vegna þeir fá aðhlýningu. Já. En þú kannt meðhöndlunina á þessu öllu saman? Nei, ekkert þannig, sérstaklega mikill fuglafræðingur kannski, en ef þetta eru sár eða beinbrot eða eitthvað, þá getur maður allavega metið stöðuna. En hvað með uglu, örn eða einhver stóran fugl, fálka, vængbrotin, þetta að gera eitthvað? Nei, það nú svona erfitt. Þetta ekki búið þá? Jú, það búið sko. Og ef það eru mikla skemmdir og eyðileggingar og líðum eða vængjum eða eitthvað. En ef þetta til dæmis bara sár, þá ef hann getur lifað af einhvers staðar og fær rétta aðhlýningu og fóðrun meðan þetta grær, þá kannski hægt að sleppa honum aftur. Hvað skrýtnasta dýr sem þú hefur fengist við? Já, sko, kannski skrýtnasta þá kannski þetta óvenjulega. Maður náttúrulega að fá skjaldbökur og eitthvað svoleiðis. Hægt að gera? Svo náttúrulega þegar ég var að vinna í Noregi, þá var ég náttúrulega stundum, var að vinna í Norður-Noregi, þá leit maður stundum á hreindýr. Já. Þú ekki verið kölluð á hreindýr hér? Nei. En skjaldbökur, þú opnar þær ekki neitt? Nei, en ég man einhvern tíma var komið skjaldbökur sem átti að reyna að meta hvort var lífs eða líðin. Já. Því að þær fara í dvala? Já, og einhvern veginn draga sig, verða eitthvað hræddar og draga sig bara inn í skilina. Elva, hvað var það síðasta sem þú gerðir í dag áður þú komst hingað til mín? Heyrðu, það var nú bara hryssa sem kom úr Skíðadal sem þau höfðu fundið úti, var 4 vetra hryssa á útigangi sem þau höfðu fundið sem hefði líklega veikst eitthvað í maganum og byrjaði að velta sér og mist svolítið svona gor upp í koki og jafnvel andaði að sér, þannig að þau brunuðu með hann á spítalann, maður er svo hræddur að þau fá kannski lúnabólgu. Já. Þau andaði að sér svona gor og þannig hún var svolítið veikreið. Hvað gerir þú? Já, hún fær náttúrulega sko verkjalyf og sýklalyf og svo lyf með sér heim sko til að halda áfram allavega sýklalyf sko. Eina töflu 2 á dag? Nei, svona stór dýr nú yfirleitt sprautuð. Já. Og eru þá bændur orðnir þannig að þeir sprauti sjálfir? Sko þeir sem það geta og kunna, já. Já. Kennir svo eru náttúrulega mjög mikið af lyfjum í dag sem hægt að gefa bara í munn sko. Já. Sko, stofan þín eða hvað kalla, þetta stofa, þetta spítali eða hvað þetta? Já, við köllum þetta heitum dýraspítalinn í lögmannshlíð og þetta sem sagt, við byggðum þetta ég og maðurinn minn 1992 og þetta sem sagt 300 fermetrar og af því eru sko 100 fermetra hesthús sem bara við eigum og stundum nota líka fyrir veikahesta og svo eru 100 fermetra dýraspítali. Það sem ég tek á móti þá bæði hestum og svo gæludýrum. Þetta þá bara eins og læknastofur? Kemur bara gleri með hring? Já, það var þannig hér áður en nú kemur bara inn í svona opið rými þar sem náttúrulega svolítið fóður og dót til sölu og sem sagt þar tekur á móti þess stúlka sem finnur þá og skrifar inn eða finnur kortið fyrir þitt dýr og svo bara stofa það sem svona almenn móttaka það sem maður gerir mest af því svona þessu almenna og svo sem sagt gæludýrageymsla þar sem maður lítið búr og skurðstofa og svo svona stórt herbyggi þar sem ég tek röntgenmyndir og sónarskoða og tek á móti hestum og slíkt. Þetta bara svona eins og bara venjulega sjúkrahús? Já, svona í svona smáum eða lítið. Já. En hvað ertu búin að vera lengi, segirðu?
Ég kláraði námi haustið 1984 og fór þá veturinn strax til Norður-Noregs og var að vinna þar í hálft ár og kom svo heim haustið 85. Já, þú nefndir hreindýr. Já. Þú hefur gert við hreindýr eins og maður segir. Já, ég man nú ekki almennilega hvort mér tókst að gera eitthvað rosalega mikið við þau, en já, ég leit á það hérna frá, sko. Það voru samar hérna stutt frá. Þetta semst allur skalinn sem þú færð? Já, hjá mér, ég hef það þannig, mér líkar það rosalega vel. Að vera bæði með gæludýr og vera svo aðeins í stórum dýrum. Færðu gullfiska? Já, það kemur fyrir. Færðu það? Já. Hvað getur þú gert við gullfiska? Ég kannski ekki mikið, en stundum þetta nú kannski ef gullfiskurinn lasinn eða eitthvað, fólk kemur með, hann veit ekki hvað á að gera og svona. Og hvað ráðleggur þú fólki? Já, sko, ef hann náttúrulega farin að fljóta með magan upp og svona, þá nú oft barn með í för og þá reynum við nú svona að settla þetta og ég tek kannski gullfiski. Já. Og hvað gerir þú þá við hann? Þá svæfi ég þá bara. Já. Þetta dálítið merkilegt, alveg frá gullfiskum upp í hesta. Já, ég kann mjög vel við það. Já. Ertu þá ekki löngu búin að borga spítalann? Jú. Eftir öll þessi ár? Jú. Maðurinn minn úr Bárðardal og hann passar að þetta sé allt í góðu lagi með reksturinn á þessu. Já. Engin vitleysa. En sko, þú ert sko, fyrir utan það að vera náttúrulega dýralæknir, þá ertu mikil dýrakona. Já, ég hef rosalega gaman af dýrum sjálf. Og þú segir að þið eigi dýr, fullt af hestum og... Já, maðurinn minn iðnréttarfræðingur og hann tamningamaður. Þú er að nefna? Já, hann heitir Höskuldur Jónsson og hann sem sagt var á Bændaskólanum á Hólum og svo fór hann hérna í háskólann og útskrifaði sem iðnréttarfræðingur. En eftir að við, 1990, þegar við kynnumst, þá hefur hann unnið eingöngu við tamningar og reksturinn á þessu fyrirtæki okkar, sem við rekum þá undir einum hatti. Já, þannig að þið eru með tamningar á hrossum og einhverju viðskipti og þess áttar? Já. En eru þið í útreiðum líka? Já, þetta er okkar svona fjölskyldusport. Já. Og svo eignuðumst jörð árið 2002, hérna fram í Eyjafirði og þá bættum við dálítið í að rækta hross sjálf og eru nú eingöngu með eigin hross í tamningu og sölu. Er það góður stofn? Já, við eigum nokkrar mjög góðar fyrstuvelunarhrissur og náttúrulega í æsingnum fyrst að þá vorum við að taka inn í ræktunina kannski hrissur sem voru ekkert nógu góðar, svona eins og allir gera. Það þurfa allir að finna upp hjólið, þannig að við erum nú að losa okkur við þær aftur út úr ræktuninu og eru nú mjög góðar hrissur í ræktun og höfum verið bara... Heitir þetta eitthvað sérstætt þetta kyn? Nei, það er ekkert þannig lengur. Nei. Er þetta þá bara númerað eða hvernig er þetta? Nei, sko, þú veist, það er bara, þú notar bara þennan hest og þennan hest og þennan hest. Þú bara velur það besta í landinu. Þú veist, það er dæmt á hverju ári fullt af hrossum. Fólatollur? Já. Þetta eru miklu peningar. Já, það getur verið alveg frá 25.000 upp í mikið, sko. Já. Upp í 300–400.000. Já. Jafnvel meira. Er einhver business með hross í dag? Já, það er nú, sko, þetta tók náttúrulega góða dýfu í kreppunni. Og það sem er líka svolítið, sem er svolítið að bíta í þetta, það er það þegar allt lék í lindi, sko, þegar allir áttu peninga, þá fóru svolítið mikið af fólki að rækta hross. Þannig að markaðurinn var svolítið mettur. En nú náttúrulega dregur úr því aftur og því fólk hefur ekki þessa peninga til að láta temja fyrir sig og koma því í sölu. Það voru margir sem keyptu sér jarðir og stofnuðu hrossa. Já, nákvæmlega. Og það er nú svolítið sko að hætta núna aftur, eða minnka. Hvernig eigum við að taka á því? Mér finnst fólk kannski ekki alveg hugsa nógu vel þetta. Hundar eru jafnvel lausir, kettir vaðandi mígandi og skítandi út allt og svona. Og þetta ergir fólk verulega. Það gerir það, algjörlega. Og ergir það kannski mikið þegar fólk er ekki að hreinsa upp eftir hundana sína, sem er náttúrulega alveg ömurlegt. Og við sem eigum hunda, við erum náttúrulega alltaf að berjast fyrir því að allir hundeigundir hreinsi upp eftir hundin sinna. Þetta er náttúrulega gríðarlega sóðalegt og sjúkdómavaldandi og ógeðslegt bara á ekki vera. Það er það. Það tekur 2 ár fyrir hundaskít að eyðast í náttúrunni. Fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Sumir sem ég tala við halda að hann fari bara næstu rigningu. En það gerist nú aldeilis ekki. 2 ár? 2 ár. Hver skítur að eyðast. En sumir finnst þetta kannski ekki geðislegt og menn séu náttúrulega með póka og allt þetta. Já, einmitt, það er bara einhverju hugsunarleysi kvenka sig við þessu, að taka upp skítinn eftir sig. Já. En meirihlutinn gerir það nú, sem betur fer. Já. Hvað er það algengasta sem að þú fæst við varðandi til dæmis hunda? Það er náttúrulega algengast í kringum hunda er náttúrulega bara svona almennar komur, að bólusetja þá og ormahreinsa þá.
Og það þarf að, já, það einhver skylda, það Það ekki? skylda. Já. Að ormar hreinsa hunda að minnsta kosti einu sinni á ári. Já. Svo getur náttúrulega hreinsað oftar. Og svo þessar bólusetningar sem eru sjálfviljugar, en þetta náttúrulega vírusar sem eru banvænir, þannig að fólk lætur náttúrulega alltaf bólusetja hundinn. Já. Og svo náttúrulega aukast mikið og við erum öll náttúrulega ánægð með það eru geldingar á dýrum. Að vera ekki að framleiða dýr, þú veist, og mikið af þeim. Já. Að gelda hunda og gelda ketti og svona hafa stjórn á þessu. Þú segir framleiða, það náttúrulega náttúran bara kallar. Já, og þannig að það er ekkert að gera með alla þessa framleiðslu eins og á köttum og svona, sko. Nei. Þannig að sem betur fer þá er fólk farið að sinna því mjög mikið að láta gelda dýrin. En hvað segir þú sem dýralæknir og veist mikið þessa stöðu eins og í svona bæ eins og Akureyri, ekki allt of mörg dýr? Þeim hefur fjölgað náttúrulega gríðarlega á síðustu 10 árum. Já. Svo þetta náttúrulega kannski svona pínu smitandi. Að þú farir hund, þá fæ ég mér hund og þessi fær sér hund og svona. Já, svo náttúrulega hundur ekki hundur. Það ekki allt hundar sem bara sjá, eins og ég kalla það stundur svona tvistfokkar. Já, en kannski henta þeir ansi vel stórum hluta fólks. Já. Fólk á kannski ekki að vaða út hjá að fá sér of krefjandi hund. Stóra vinnuhunda sem þurfa kannski 4-5 tíma á dag í hreyfingu og alls konar þrautum og verkefnum og afþreyingu. Eru svoleiðis hundar bara eins og maður segir í gangi í þéttbýli? Já, auðvitað er fólk stundum að fá sér stóra hunda og ég meina líka bara eins og border collie. Þetta er hundur sem er algjör vinnuhundur og er mjög óhamingjusamur ef hann hefur ekki einhver verkefni. Og þarf þá ekki fólk að vera á partinni bara stöðugt eftir vinnu? Jú, það þarf stundum eins og þegar stundum kemur fólk til mín og er að spá í að fá sér hund og langar að fá sér hund sem er bara mjög skemmtilegt. Já. Að þá er maður að reyna svolítið að athuga hvernig lífið þessi fjölskylda lifir, sko. Og ég segi stundum... Kemur fólk til þín? Já. Og spyr hvernig hund á ég að fá mér? Já. Og þannig að ég hef stundum að benda fólki á það, sko, ef þú hefur ekki tíma til að fara með krakka inn í sund, aldrei, hvað ætlar að gera við hund? Þú veist, það er svolítið, maður þarf stundum aðeins að hugsa, sko. Já. Og svo er náttúrulega líka til, eins og ég sagði, þá hundar sem þurfa minni hreyfingu, kannski bara svona tvisvar á dag, að fara út í svona stutta eðlilega göngutúra, þá bara fá sér svoleiðis. Hvernig hundar eru það? Hvernig hundar eru það sem er nóg að fara með tvisvar á dag? Já, það er svona eins og kavaljer og langhundar og bísonfrí og svona litli sæti og svona góðlyndir hundar. Já. Sem á getur dekrað alveg á þess að þau verði mjög grimmir og svona. En þarf ekki samt að halda vel utan um þetta? Jú, auðvitað þarf það. Verða þetta ekki bara einhverjir vitleysingar ef ekkert er gert? Já, öll dýr sem ekkert eru tamin eða siðu til, þau verða náttúrulega voðalega leiðilegri. Já. Það er náttúrulega algjörlega ljóst. Þannig að fólk þarf stundum aðeins að láta af dekrinu og reyna að ala hundinn svolítið upp. Ég ofta veltaði fyrir mér, sko, þegar maður sér kannski einhverja myndir eða eitthvað kemur í sjónvarpi eða bíómyndum, eitthvað sem að fólk er að koma með hunda til dýralæknis. Stóra, sterka, ég segi stundum grimma hunda. Hvað heita þeir hérna? Dobermann og þetta alls saman. Hvernig á að, sko, hvernig kemur þú þér að þeim? Sko, ég læt nú yfirleitt eigandann bara vera með þá í bandi. Já. Og ef þeir eru hræddir, það er nú yfirleitt bara því að þeir eru hræddir að þeir byrja eitthvað að vera ógnandi. Þá eru þeir sko líka að verja eigandann og bara aðstæðunar eitthvað erfiðar. Sko, og jafnvel í dýri slasa þá finnur til og erfitt að nálgast það. Að þá er náttúrulega eigandinn sem bara heldur við hundinn og ég reynir bara að koma róandi í hann. Þá þarf ég bara að sprauta hann í vöðva í lærið eða eitthvað og svo fer eigandinn með hann aftur og hann bara sofnar á 5-10 mínútur. Já, þannig að þá getur unnið við hann. Já. Þú reynir það ekkert öðruvísi, sko. Ert þú aldrei hrædd við þetta? Jú, en þú veist, maður bara finnur út úr því. Ég er náttúrulega með alveg frábæra stelpu líka sem vinna hjá mér. Já. Og þær eru svo vanar. Já. Og hjálpa mér svo mikið að halda við dýrið og svona, meðan reynir að koma þessu í róandi. Hvað höfum við að gera með svona hunda eins og ég nefni? Þessar svona, hvað er þetta, bróðhundar eða hvað er þetta? Sko, já. Höfum við eitthvað að gera með þetta? Kannski ekki hinn almenna fjölskylda hefur kannski ekkert við á að gera. Þannig að það er eins og ég segi, fólk þarf kannski að meta það vel áður en það fær sér svona hund, hvað ætla ég að gera við hann og hversu miklum tíma ætla ég að eyða með honum og ætla ég að setja mig í hlutverk þjálfarans og kenna honum og svoleiðis. Er þá ekki voðalega skrítið eða vont fyrir þig kannski varðan til að byrja með að þurfa að svæfa dýr fyrir framan eiganda? Jú, auðvitað, og maður reynir náttúrulega alltaf að gera þetta í einhverju samvinnu og trúnaði við eigandann.
En það bara eins og lífið það ekkert alltaf eitthvað rosalega auðvelt. Nei. Ákvarðanir og svona. Já, já. Og maður náttúrulega fullorðinn og verður að vera skynsamur. Fer fólk, sko, fer það bara að skæla og henda sér yfir dýrið og þess aftar? Já, eðlilega. Ekki bara í þessu tilfelli, en oft bara dýrið veikt og eitthvað hefur ekki gengið eins og átt að gera. Nei, það eins og það gengur. En nú skulum við hlusta á músík. Þú ætlar að velja lag. Já. Hvað valdirðu? Maðurinn minn fór nú að hlæja, sko, sagði þú velur örugglega eitthvað frá því þú varst í Noregi. Og ég ætla kannski raunar að gera það. Ég vel lag með Tínu Turner, sem ég finnst alveg rosalega flott söngkona. Og hún var nú í sínu stóra comebacki akkurat í byrjun 80 þegar ég var út í Noregi. Já. Og ég ætla að velja lagið Simply the Best, sem ég finnst alltaf svo skemmtilegt. Já, það mjög skemmtilegt lag. Nú skulum við sjá hérna, hlusta á Tínu og sjá svolítið af myndum frá þeim líka. Já, þetta svona fjölskyldumyndir bara. Já, það fínt. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. Jæja, hún best, Tína Turner. Hún ekki best? Jú. Já. Elva Ágústsdóttir dýralæknir, hún best líka, við skulum segja það allavega. Þú varst í Noregi og lærðir þar. Já. Algengt að dýralæknar fari í nám til Noregs? Já, þeir sem að... Eða fólk í dýralæknanám? Já, þeir sem ætla að vera dýralæknar á Íslandi, þeir þurfa að fara í nám erlendis. Þetta ekki kennt á Íslandi. Þetta ekki kennt? Nei. Þannig að við höfum leitað svolítið til Noregs og Danmerkur og Þýskalands aðalega. Eins og var, en svo náttúrulega fleiri lönd inni líka. Fólk hefur farið til Bretlands og Austurríkis og Sviss og Svíþjóðar. Svo að opnast rosalega mikið eins og í Tékklandi og Slóvakíu og Ungverjalandi. Nú fólk bara fyrir út allt. Já, það en á maður ekki að velja eitthvað sem kannski svona líkast því sem hérna heima? Jú, það var allavega þannig að þá vildi maður komast kannski til Skandinavíu, komast til Danmerkur eða Noregs. Þetta nú svona líkt búfjárhald allavega og gæludýrahald. En eins og ég segi, það bara erfitt að komast í þetta nám, eins og í Noregi bara tekin inn 1 ári. 1 nemi á ári? Já, þannig að þú þarft að vera svolítið duglegur í menntaskóla. Það eingöngu tekið inn í þessa skóla út frá einkunnum. Þannig að það þarf að vera úr stærðfræðideild í menntaskóla og góðar einkunnir. Já. Og Norðmenn sjálfir að taka stúdentsprófið sitt upp aftur og aftur sko, til að komast inn. Nei, það? Þú lítur að hafa verið með gott próf þá? Já, ég var náttúrulega líka með sko, svona svolítið gamaldags stúdentspróf. Það var svona seinasta árið þá tók maður svona stærri próf aðeins. Já. Og vorið 79 var ægilega kalt vor, þannig að maður skammaðist til að vera heim og læra svolítið. Það hjálpaði þér? Það hjálpaði greinilega. Já, en svo pabbi dýralæknir. Já. Hafði það eitthvað að segja? Já, örugglega allt, sko. Ég var bara pínulítil þegar ég var farin að segjast alltaf að vera dýralæknir. Bændurnir enn að hlæja þegar ég var bara 4-5 ára, sko, svaraði því til. Að þá komst þú með pabba? Já, og alltaf að vera dýralæknir. Já, þannig að þú hefur sem sagt, hann hefur tekið þig með í heimsóknir í sveitina? Já, mjög mikið. Já. Og okkur öll systkinin, þannig. En eru fleiri, hvað áttu mörg systkini? Við erum 6. 6? Já, eru þau eitthvað tengt dýrum? Nei, ég var einn eldri hálfbróðir sem olíuverkfræðingur, sem heitir Hafsteinn og hann fæddur 53 og svo ég sem fædd 59 og dýralæknir. Og svo Vala, fædd 62 og hún talmeinafræðingur og
býr í Oslo, yfir talmeinadeildin á Ullevålssjúkrahúsinu. Og svo systir númer 3, heitir Arna, og hún hjúkrunarfræðingur í Vestmannaeyjum. Og svo Þorleifur bróðir minn, hann fæddur 66 og hann líffræðingur og tók doktorspróf í lífeðlisfræði fiska. Lífeðlisfræði fiska? Já, þannig að hann tengist mikið, þú veist, hann vinnur núna í Stavanger í svona stóru fiskeldisfyrirtæki. Þetta gengur mikið út á náttúrulega bara þetta fiskeldi og hormónastjórnun og eitthvað svoleiðis. En þetta svona dálítið hallar aðeins samt út á svona læknisfræðilegu hliðina? Já, pínlítið. Líffræðilegu hliðina? Já. Og svo yngsta systir mín og eina sem býr hér í bænum sem heitir Birna og hún fædd 71 og hún lögfræðingur og vinnur á Húsavík. Já. Og skrifstofustjóri hjá sýslumanninu þar. Já. Þannig að við erum nú að fást við ýmislegt en svona. Já. Í þessu námi sem að þú ferð í til Noregs, sko, maður stundum að velta fyrir sig, hvernig fer þetta fram? Þetta náttúrulega bóklega kennslur og síðan farið þið að koma inn í þetta verklega og annað slíkt. Eins og einhver dýralæknir sagði, sko, það versta við að vera dýralæknir að maður getur ekki talað við sjúklingin. Já, það stundum hefði maður viljað það, sko, sérstaklega þegar maður hafa glöggvað sig á því hvað hefur komið fyrir. Já. En þetta byrjar náttúrulega þannig að þú kemur og það náttúrulega fyrstu 3 árin ansi mikið bókleg. Og þegar ég þá var fyrsta árið kennt mikið með bara læknanemunum. Við vorum saman í efnafræði og latínu og þá tók maður sko heimspekipróf. Þá voru allir sem byrjuðu í háskólanám í Noregi voru látnir taka heimspeki sem að mér fannst bara rosalega skemmtilegt. Og svo semst þegar fyrstu 3 árin þá ertu í þessum fögum sko í líffærafræði og efnafræði og lífeðlisfræði og öllu þessu dótaríi og svo semst á 4. ári þá ferðu að vinna meira með dýr. Já. Og þessi dýralæknaskólar þannig að þetta svona stór svæði þar sem margar byggingar og það semst fjós og hesthús og gæludýraspítalar og ýmsar deildir. Já, þannig að þetta allt í kringum ykkur. Já. Þetta ekki það að það sé verið að koma með sjúklingana bara einhvers staðar utan bæ líka? Jú. Það líka? Já, þeir koma með hesta og kýr og annað inn á svæðið og það þar í fjósum. Og svo líka opinn dýraspítali þar sem fólk í Oslo gæti komið með hundana sína og kettina. Það skemmtilegt? Já, rosalega gaman og ægilegt sport þegar þú byrjar að vinna á klínikinni. Já. Og þá ertu semst 2 vikur á hverri klínik, hringsólar svona. Já. En þið náttúrulega þurfið, sko, þetta svona, þið náttúrulega eru bara dýralæknar á móti hinnum sem eru læknar mannana. Og geta reynda að tala við sjúklingana en þið getið það ekki. Nei. En við tölum náttúrulega mikið við eigendurnar. Þið tala við eigendur, já. En talar ekki við dýrin samt? Jú, alltaf. Svona vinnu, vertu rólegur, það ekki svoleiðis líka? Algjörlega. Og það ekki ákveðin sálfræði að róa dýr? Jú, maður reynir það sko. Og nálgast dýrið sko þannig að það verði ekki hrætt og reyna að ná einhverju sambandi við það. Já, þetta alltaf furðulegt þegar maður að velta þessu fyrir sér. En komstu með eitthvað til að sýna okkur? Já, ég kom nú með. Kom með litla gamla tösku. Er þetta af dýri sem þú reyndir að hjálpa? Nei, ég algjörlega saklaus af því. Systur mín sérstaklega Birna búin að hlæja mikið að þessari tösku. Hefur fundist hún svona frekar hallarisleg gegnum tíðina. Já. En ég keypti sumarið 1988, þá fór ég til New York. Ég kom hérna heim semst 1985 og 1987 þá kynnist ég rosalega skemmtilegri stelpu sem kom hérna sem læknakandidat á spítalann sem heitir Sigrún Hjartardóttir. Og við náðum svona ansi vel saman og skemmtum okkur mikið og vorum mikið í útreiðatúrum og svo þegar hún búin hérna þá fer hún til New York þar sem að maðurinn hennar var komin aðeins og undan henni. Var þar í Björn Geir heitir hann og hann var hérna í framhaldsnámi í skurðlækningum. Og þau eru semst þarna úti og ég fer svo að heimsækja þau hérna sumarið 1988 og fyrsta skipti sem ég kennt New York og fannst þetta bara æðislega merkilegt og þau Bjössi keyrði með okkur allt þarna og við fórum semst alla bara New York og ég kaupi þessa tösku í hverfi sem heitir Soho út á götu. Já. Og hún hefur bara fylgt mér alla tíð síðan og hvert einasta ball og annað sem ég fer á þá ég alltaf með þessa tösku. Og notar hana enn í dag? Alla
allt sem ég fer í. Ég trúi því. Já, þetta var svona einhver ægileg listakona einhver. Já, þetta náttúrulega, maður sér það að þetta ekki sko fjöldaframleitt. Nei. En veistu hvað skinn þetta er? Nei, ég held nú að þetta sé svona eitthvað sem bara stimplað á brúni blettir, sko. Já, eitthvað Gæti svona. verið kálfaskinn eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta er Eða ekki geitaskinn. neitt dýr. Nei, ég held þetta sé ekki eitthvað svona verndað. En þetta er eins og sagt þar í búðinni sinni, sko, þegar maður spurt hvaða efni er í þessu, hann sagði, þetta er leðurblanda. Já. Já, þannig að ef ég hitti þetta einhvern tímann á skemmtistað, þá verður þú örugglega með veskið. Já, örugglega með veskið. Þetta er skemmtilegt. Já, alltaf þegar ég kem einhvers staðar og Birnaði með þá fer hún að hlæja og ertu með veskið og ég sá einmitt þegar ég var að takta til að síðustu miðarnir, það er MA-hátíð í Íþróttahöllinni, 16. júní 2014. Núna bara? Já, þá var ég 35 ára stúdent. 35 ára stúdent. Og skemmti mér mjög vel með mínum gömlu skólafélögum. Nú segirðu nánast hvað þú ert orðin gömul. Já, ég er fædd 1959, þannig að ég var stúdent 79. Já. Þetta er fljótt að líða. Alveg svakalega. Þegar þú hugsað tilbaka, Elva, heldurðu, eða hefur þetta farið svona svipað og reiknaði mitt? Fyrst þú varst ákveðin í að koma til Akureyrar? Já, þannig lagað og bara betur ef eitthvað er. Já. Ég er náttúrulega mjög lánsöm kona í einkalífi. Ég kom 85 heim og 1990 kynnist ég Höskuldi og við bara erum rosalega samhent og okkar áhugamál liggja mjög vel saman og við vinnum náttúrulega saman. Þið búið saman og vinnið saman? Já. Og svo ótrúlega heppin að eiga þessar tvær dásamlegu dætur sem við eignuðumst 1997 og 2000. Já. Þóra er eldri, hún er fædd 30. júní 1997 og er í öðrum bekk í menntaskólanum. Og hún er alltaf að vera dýralæknir. Nei, það? Já, það er alltaf plan A, það er mjög skemmtilegt. Og mikil hestakona og er mikið að temja og hjálpa pappa sínum í því og keppir mikið í hestum og keppt á stórum mótum, bæði landsmótum og fjórðungsmóti og við erum ægilega montin að henni. Og svo er Pálína fædd 24. júní árið 2000 og er í 9. bekk í Giljaskóla og hún er mikil skautakona, hún var mikið í hestum en svo byrjaði hún að æfa skauta og það er bara allt snýst skautana hjá henni. Ég er svona listskauta. Listskauta? Já. Hún hefur verið Íslandsmeistari í sínu flokki og gengur bara mjög vel og æfir alveg gríðarlega, yfir 20 æfingar á viku. Hefur hún þá ekki dugnaði bara frá ykkur beint? Jú, örugglega, bara þær báðar eru rosa duglegar bara. Elva Ágústsdóttir, dýralæknir, það var reglulega gaman að tala við þig. Já, bara sömuleiðis. Og gangi þér vel. Já, þakka þér. Takk. Bless. Bless. Hvítum álfar,